Nú ætlum við aðeins að skoða stæður með sviga. Teiknaðu rétthyrninga og reiknaðu. Við notum stundum rétthyrninga til þess að sýna okkur aðeins hvað við erum að gera. Og hérna er ég með í sviganum 2, þá ætlum ég að teikna 2 kassa, pluss 3, þá ætlum ég að aðgreina aðeins hérna á milli, 2 og 3. Og þetta gefur mér 5 kassa, en það eru 2 pluss 3, 5. En ef ég fjórfalda það, þá þarf ég að teikna í raun fjórföldun hérna ofan á. Einu sinni, tvisvar, þrisvar. Því að ég teikna ekki 4 viðbót, ég er ekki að bæta við 4, heldur er ég að fjórfalda þannig að ég sé með 1, 2, 3, 4 hæðir. Og svo klára ég að, hérna var aðgreiningin, ekki að hún breytir í raun engu. En út úr þessu fæ ég, og ef ég tel kassana, þá eru þeir 1, 2, 3, 4, 5, sinnum 4, þeir eru 20. En ef ég fer að rekna þetta bara, 2 pluss 3 eru 5, sinnum 4, þetta gefur mér líka 20. Þarf ég að teikna þennan rétthyrning? Nei, ekkert endilega, en hann getur hjálpað mér. Það er eiginlega það sem þetta snýst um. A pluss B sinnum C. Þið sjáu að hér er sinnumerki, en ekki hér. Það er engin munur á þessu. Ef það er ekki tákn svona á milli, þá er það sinnum. Og það er yfirleitt ekki sýnt sinnumerki hérna. Ég valdi bara að gera það hér til þess að sýna ykkur hvað þetta þýðir. Og eins ef að séð er hérna megin, það breytir engu heldur. Þetta er nákvæmlega það sama því í margföldun skiptir ekki máli hvað er á undan. En ég er með strik sem er A langt, ég veit ekki svo sem hvað það er mikið, og svo B, það getur verið minna, það getur verið meira, ég veit ekki það. En ég ætla að margfalda þetta sinnum C. Og þá teikna ég einhverja C-línu hér. Þetta var A og þetta var B. Og þá fæ ég að þessi hérna kassi er A sinnum C, sem er AC, og þessi er B sinnum C, sem er BC. Niðurstaðan er þá AC pluss BC, því ég verð að leggja þessa 2 kassa saman til þess að fá heildar flatarmálið. Það sem ég geri þegar ég margfalda svona inn í sviga, það er að segja, þá margfalda ég C-ð sinnum báðar tölunar. Og þegar ég fer hingað þá fæ ég AC, því að A sinnum C er AC. Svo kemur merkið pluss BC. Þetta gefur mér sömu niðurstöðu. Hvora leiðina sem ég fer, og ég er eingöngu hérna að sýna ykkur að það er að gera þetta á fleiri en einn hátt. Búðu til algebrustæðu fyrir flatarmál litaðasvæðisins. Það er þetta hér. Og hérna veit ég að flatarmál stóra kransans er 9 sinnum 4. En ég veit ekki hvar þessi lína er. Ég get ekki gefið mér að því þetta er cirka kannski 4 öðrum megin og 5 hinum megin. Ég má ekkert giska svona. Ég veit að þetta er 4. Þannig að önnur hliðin í margföldunum minni er 4. En hvað er þessi hér? Hún er x. Og í raun ætti reyndar, svo dæmi mikið hjálpa ykkur aðeins meira, þá ætla ég að hafa x hérna megin, ekki hérna megin. Það er að segja, þetta er x. Hvað er þá þessi? Jú, hún er 9, skrifa hérna, 9 mínus x, því þá dreg ég x-hliðina frá sem var þessi hérna. Þá kemur þetta svona. Svo þegar ég margfalda inn í, þá fæ ég 36 mínus 4x. 4 strákar kaupa x tölvuleiki og difafdetiska hver búið til algebrustæðu. Þá er 4 strákar, þeir kaupa sér 1 tölvuleik og 1 difafdetisk. Svo þegar ég margfald inn í, þá fæ ég 4x pluss 4y. Ef þetta kostar 100 krónur tölvuleikurinn, þá er það 4 sinnum 100 pluss 4 sinnum 500. Þetta gefur mér 400 pluss 2000, 2000 og 400. Og meira var það nú ekki.